Það er 1. desember og þessi klukknahljómur í boði stúdenta við Háskólann á Akureyri markar upphaf prófatímans í skólanum, tími sem er gleðilegur fyrir marga nemendur en kvíðvænlegur fyrir aðra. Hann getur reynt á þessi tími og í rauninni, eins og við segjum stundum, hann þarf að reyna aðeins á nemendur til þess að því það er ákveðin hvatning að maður finnir svona pressu, því þá vill maður standa sig vel og er ekki kærulaus. En auðvitað hjá einstaka þá getur þetta orðið svo mikil kvöð og mikil streituvaldur að þá vissulega hefur það áhrif. Þannig að prófkvíði er kannski alveg eðlilegur upp að ákveðnu marki, eða ekki? Jú, ég myndi segja það. Það er alveg eðlilegt að finna fyrir streitu og svona smá kvíða fyrir þeim aðstæðum þegar það verið til dæmis að meta kunnáttu eins og í prófum. Ég hugsa að við myndum öll finna fyrir aðeins svona streitu eða kvíða, en hins vegar ef hann fer að vera hamlandi, að þá er auðvitað mikilvægt að skoða málin og leita aðstoðar. Hvenær er prófkvíði orðin sjúklegt ástand? Ég myndi segja að það er svona þegar að þetta er þannig að þú bara getur ekki, hann hefur orðið þannig áhrif á þig að þú finnur einkenni eins og líkamleg einkenni eins og bara að svitna, þú færð verki líkamann og bara hreinlega upplifir þig virkilega lasin líkamlega. Nú svo getur þetta líka verið þessi andlega það er að kemur í próf, ert búin að undirbúa þig vel en gleymir öllu þegar að þú ert sest inn í prófið. Þannig að það er svona, getur birst í ýmsum myndum. Hvernig leggjast prófin í þig? Bara ágætlega. Ég er bara í einu prófi núna því ég er að hægja á mér í skólanum. Þannig ég er ekki alveg í fullu námi. Þannig að ég er bara róleg En lumar á einhverjum góðum ráðum til þeirra sem er að fara inn í próf? Bara skipulag held ég og byrja að læra tímalega og ekki bara lesa og glósa, heldur líka búið til skilgreiningar og þylja þær upp og svona. Það finnst mér ég muna betur ég lesa upphátt. Og hvað, Pepsi Max? Já, ég er að reyna að minnka orkudrykkina. Það er bara Pepsi í staðinn. Smá sykur hjálpar? Já. Í Háskólanum á Akureyri er í boði ýmis aðstoð fyrir nemendur til að takast á við prófkvíða og fyrirbyggja hann. Við erum með prófkvíðanámskeið sem við kynnum vel á haustin og nemendur geta tekið það sem sagt skráðsjá þetta er bara á Canvas kennslukerfin okkar, þannig að nemendur geta verið hvar sem er. Við leggjum þetta áherslu á það því nemendahópurinn okkar hann býr víða og er ekkert endilega allir á staðnum. Þannig að við bjóðum upp á svona námskeið þar sem þau geta tekið á sínum hraða og fá svo stuðning í viðtölum ýmist hjá ráðgjöfum eða sálfræðing. Þá geta staðarnemar komið við í kósíhorni sem náms- og starfsráðgjöfin hefur útbúið, en þar er hægt að slaka á í herðanuttæki og fá sér mandarínu og konfektmóla. Eins gefst nemendum kostur á að setja upp sýndarveruleikagleraugu og fara í góða 10 mínútna slökun. Þetta getur oft hjálpað mikið bara að svona hvíla sig aðeins, líta upp bókunum og fá svona smá hvíld í þessu. Og svo má ekki gleyma að við erum líka með jóga 2 sinnum í viku. Þannig að stúdentar og starfsmenn hér geta farið í salinn og líka sagt að salurinn er opinn fyrir stúdenta bara alveg frá 7 á morgnana fram til miðnættis. Þannig að það er vel hægt að nýta sér það líka og það skiptir máli að huga að þessum þáttum, ekki síður heldur en að námsefninu. En hver eru svona þín helstu ráð til þess að koma í veg fyrir prófkvíða? Ég myndi segja svona eins og núna, þar sem við erum stödd nú eru prófin að byrja, að það sem skiptir miklu máli er að huga bara vel að sér og hlúa vel að sér andlega og líkamlega. Og það að líka skipuleggja sig, skipuleggja hvernig þú ætlar að lesa undir prófin
að það skiptir máli, en það skiptir ekki síður máli að huga að svona bara því að hreyfa sig, fá sér frískt loft, gera eitthvað reglulega á þessum tíma sem að svona gefur þér aukinn kraft sko. Og þannig að það alveg, það má ekki gleyma því á svona álagstímum að hlúa vel að sér og ég myndi líka segja að muna það að þetta álagstími en hann mun taka enda. Hvernig leggjast prófin í þig? Bara afskaplega vel. Ég virkilega afslappaður eins og þú sér kannski og ekki mikið að stressa mig á prófum. Búin að læra vel í vetur? Já, játt og þétt eins og eina vitið og já, það langbesta leiðin. Lumar á einhverjum góðum ráðum fyrir þá sem að fara í prófatörnina? Bara ekki vera að stressa sig óþarlega mikið, helst ekki neitt og þá fer þetta allt einhvern veginn og oftast vel.